Góðan daginn og komið sæl. Þá það biblíuþátturinn okkar og eins og flestir aðrir þættir þá byrjar hann að nákvæmlega eins. Að við kveikjum einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottinn smá, þá tilvera verður ekki grá. Aðeins breyting, aðeins hnikkur á kveðskapinn og það allt í lagi, meginast. Við erum svo vanaföst. Maður þurfi ekki alveg að spyrja, má breyta Þorkar, má breyta. Flesti segja nú, já, þú mátt nú alveg breyta. Var ekki of miklu. Ég sammála því. Það má breyta, en kannski ekki öllu. Sem má nú bara halda sér. Þetta nú eitt af því sem lærist með tímanum. Og hverju höldum við eftir? Það liggur alveg fyrir það sem við teljum að betur að við tekist því höldum við eftir og það gott. Það heitir nú víst að hafa lært. Það heitir nú víst að hafa loksins lært. Sumir segja að sumir læri aldrei. Ég held að það sé nú ekki rétt. Ég held að allir læri nú endanum. En sumir reyndar eru fljótari að læra en aðrir. En ég held að þessi jaft ákomi með alla hvað það varðar hef verið lengi að taka við sömu. Og svo tóku þeir loksins við þessu sömu og sögðu akkur var ég ekki fyrir lifandis löngu búin að því. En það svo sem ekkert viti í því að vera að tala það því að þú ert með það í hendi og tókst loksins við því og það nóg. Og læriði loksins leksíuna þína og það nóg. En það getur verið hvatning fyrir þig til þess að tala það við aðra að vera snöggir til þegar betur í boði. En hvenær vitum við það hvenær betra í boði og hvenær ekki? Því að þannig það nú bara með þetta blessaða líf okkar að allt miðar þetta nú við reynslu. Alveg ríkalega leiðilegt orð reynsla. Já, það svo erfitt. Þegar reynslan að tóa í okkur og snúa niður, ég veit ekki hvað og hvað. En hún nauðsynleg. Hún eitthvað áþekk aganum sem gefur frið eftir á þó á meðan á honum standi sér alveg ríkalegt. Þá vera nú samt nauðsynlegur. Og þetta svo magnað, þetta syndin, þetta allt syndin. Þegar við erum að tala eins og við tölum og þetta var svo erfitt að gangi gegnum þetta, segir við. Við erum alltaf að kvarta. Þá þurftum við nú samt að láta okkur hafa það. Og svo það allt saman að afstæða sig harðlega gott. Þá sáum við að það var nú bara harðlega gott. Svo náttúrulega erum við óendanlega þakklátti fyrir það. Það var loksins gert þetta. Hvað voru við lengi á leiðinni? Hvað ertu gamall? Það gömul. Og ertu nýlega búin að taka við því sem að þú í raun og veru varst að stefna að alla þína ævi. En það breytir heldur ekki því að núna ertu með það í hendi. Aldrei gleyma þessu. Þannig að lokum þó tókstu þér minn kæri og mín kæra taki.
og það er sigur hverra manneski að taka sér taki og breyta í rétta átt. Það er að taka sér taki og fara með sjálfan sig áfram í ranga átt, en sumir taka sér taki og breyta stefnu sinni sem nú er orðið rétt. Er hægt að fara rétta stefnu? Það er vel hægt. Þú sem ert í siglingum, þú reiknar stefnuna út, fylgistrikinu og viti menn, en að fáræða margra daga ertu komin þangað sem að útreikningurinn sagði þér að stefna væri. Og hvaða sæfaranda dettur til hugar að vera eitthvað að ringla með niðurstöðuna. Hann veit að þetta er leiðin, hann treystir kortinu, sjókortinu, og veit að það tekur nokkra daga að fara þessi leið fyrir eftir hvað skútan gengur á hvernig klukkutíma, og það gæti tekið þess að nokkra sólarringa. En svo þegar að þessir sólarringar eru að baki, þá fyrir vinurinn við kíkirinn, fyrir ekki að sjást til lands. Jú, þannig er fjall og þú reiknar aftur út, jú, þú ert á réttum stað. Þannig að þú gerðir allt rétt sem að þurft að gera til þess að komast þó á þennan stað. Þannig er í dag að þú tekur fram orð Guðs, þú lest í orði Guðs og sértu, eða ef þú vilt það, þá getur mögulega hugsanlega staðsett sjálfan því trú þína samkvæmt orði Guðs. Hefurðu gert það? Það tel ég vera eitt af því að vita hvað maður standi sjálfur í Guði þegar maður kemst á þennan stað. Ég komst á þennan stað, það er orðið allmörg ár síðan. Guð sýndi mér að ég var ekkert að leita að honum. Guð sýndi mér hver ég stendi sér, og það hresti mig sennilega mest af allir hressingu sem ég fengi fram að þessu. Það sem ég vissi ekki þá, en veit 100% í dag, og ég segi við sjálf á mig, þú þurftir að fá þessa vitneskju. Því að við þetta gengum í gegnum alls konar í okkar lífi, og mætir alls konar, og það er ekki alltaf neitt sérstaklega þægilegt þetta líf, en oft er það. Og hver er niðurstaðan? Hún er bara það að ég elska þetta líf mitt, bara elska það hreint. Mér er bara gaman að vera til, mér er gaman að vera þessi manneskja sem ég er. Hvað sem þér finnst hana, ég hef svo sem enga skoðunar því. En mér finnst gaman að vera til. Veistu það að þetta er allt saman gjöf frá Guði. Þegar maður hefur gaman að lifa og bara draga andan. Og fást við það sem er að fást við. Að því að svo er komið, allavega hjá mér, maður sér Guði í þessu öllu. Sér þú Guði í öllu sem ég er að gera? Ég er nokkuð veist þú sér Guð í mörgu sem ég er að gera, kannski ekki út öllu. En ég veit alveg hvað ég stend í Guði og ég er harla glaður með það, því skal ég treysta þér fyrir. Og þetta er eitthvað sem ég hveti til þess að eiga. Ég veit ekkert hvernig, ég get ekkert gefið þetta og en ég get beðið Guð auðvitað það að hann staðfesti þetta fyrir þér með sama hætti og hann staðfesti þetta fyrir mér, því að þetta er gjöf sem Guð gaf mér þegar ég vissi þetta. Og eins og ég var að segja á þann að fáttu við rest með meira,
og svo náttúrulega að telja árin eftir þessu þau líða og maður sér æ betur og fyrir margt löngur reyndar sá maður það að þetta var bara algjör klettur sem maður fekk til að standa á. Svo sannarlega hefur maður þurft á þess að halda. Og ég er nokkuð viss að þú segir sama fyrir þig sem átt þessa sömu gjöf, að sannarlega hefur þú þurft á hann að halda. Og af hverju tala maður svona? Það segir sjálf að lífið mætir manni með margvíslegum hætti og fólk og lífið sjálf ekkert alltaf sanngjarnt við mann. Það nú málið. Og þegar þú ert með þetta á þér, þá nú harla gott að lendingi verði svo að maður sér ekkert meðvitaður neitt rangt, neina synd. Er þetta ekki hroki? Ég veit ekkert hvað menn sé að vera hroki. En þetta bara eitt af því sem Guð hefur kennt mér. Sem þarftu að vita sjálfur upp á það sem framundan. Þannig að þú keyrir þig upp í sannleikanum sem að þú hefur fengið opinberun að tilheyri þér. Er þetta hægt? Það er allt hægt. Bað ég þetta? Nei, en ég fekk þetta. Frá mínum Herra, mínum Guði, mínum Jesú Kristi. Sem já, kannski þú þekkir, ég veit það ekki, það þekkja margir Krist og Kristur þekkir marga. Ég veit allmarga, sem ég veit að þekkja Krist, en fráleitt alla. En ég veit að hann hefur dreift sér út allan heim og Drottinn nú svolítið að opinbera þetta í dag með öllu þessum ágætu útlendingu sem að koma hingað. Og sumir af þessum útlendingum eru að þjóna í kirkjunni, já í kirkjunni. Vænt fólk, ungt fólk og fólk á öllum aldri að þjóna í kirkjunni bara vegna þess að það búið að blanda þessu öll saman. Ísland ekki lengur það Ísland sem þú þekktir sem krakki. Jú, það auðvitað sama Ísland. En núna þetta orðið miklu fjölskrúðara innan gæsalappa með öllu þessum ágætu útlendingu sem eru hérna. Hefur áhyggjur af því, þeirri þróun. En af hverju það hafa áhyggjur af því? Horfðu bara í kringu þig. Og hvað sérðu? Þú bara sér fólk líka mér og þér. Og ekkert öðruvísi. Öðruvísi að því litið til, það talar ekki sama tungumál og þú. Sem að vísu stífla í kerfinu. En svona þetta. Það gerðist við Babelturnin þegar þeir voru að rókast upp hverjum manna þeirra mennirnir og konurnar. Og nú lítið mál að byggja bara törn upp til heimis. Bara kíkjum í kaffi til Guðsmar. Ekkert mál, við byggjum bara törn. Babelturn. Og þeir hafast hefja standa. Þetta verið mikið verkefni, eða mikið sem fór í gang, stærðar verkefni. Og það var mælt og pælt og reiknað og dreigið frá mínustöð og blúsað og ég veit ekki hvað og hvað. Og allt svoleiðis í blúsað í gangi. Törnin smátt og smátt að rísa. Það var að örla fyrir honum á jörðinni. Ég veit ekki hvað þeir voru komin langt með hann. En Guði var nú ekki alveg, þetta var nú ekki alveg það sem að Guði var að pæla í. Svo fyrir utan það þú getur enginn reist svo háan törnan á upp til heimis. Veistu hvað himinin er? Ég veit það ekki, þú kannski segir mér það, hvað hann er. Ég veit hann er, hvað hann er nákvæmlega það veit ég ekki, eða hvað er langt í hann. Vá, nú er það svona. En þangað ætluðu semst að byggja törn. En Guð var ekki algjörlega sammála þessu. Og hann horfir á þessu ágætu menn og hann svo lítið gerir grín að þeim.
Mennirnir eru miklir, eitthvað í þeim dúr, segir hann. Svo segir hann, nú ætla ég að sýna þeim hver ég er. Og svo koma þeir klukkan 7-8 mótni næsta dags og verkfræðingarnir með arkirnar sínar sem þeir breið út á borðið, þeir eru með plan og hann byrjar einn verkfræðingurinn og þeir horfa á hvor annan, veitu, það er hann eitthvað stjúpid þessi, ég skil ekki orð og hann segir þetta við næsta mann. Og hann hugsar eins, hvað er maðurinn orðin stjúpid? Ég skil ekki orð. Og svona gekk þetta allar hringinn. Þeir töluðu, málið var áfram, en þeir skildi ekki hvort annan. Þar með bara lokaðist bókin. Því það var ekki takt að halda áfram með eitt eða neitt. Sjálfhætt. Vegna mála örðuleika. Áður en þetta skeður, þá töluðu ein tunga. Allar þjóðir skildu þessa einu tungu eðlilega. En við höfum aðtúa það að á þessum tíma er ekkert búið að byggja allan heiminn, líklega ekki, þó ég ætla að svo sé, hann sé ekki allur byggður, en það komin alveg gríðalegu fjöldi af fólki á jörðina þegar þetta er. Og þá, sem sagt, menn bara fóru, það var ekkert hægt að gera, menn gátu ekki einu sinni kvaðst, því þeir vissi ekkert hvernig er átt að kveðjast, ef einhvern sagði já, blessaður, og, veitu, skildur hann, og hinn skildi ekki það sem hann sagði, og nýtti, við hvað hann að segja? Það var ekki einu sinni átt að kveðja, með velju gátu náttúrulega tekist í hendur og farið, þetta gerði Guð. Og svona lægjaðis rokan. Og þetta var til þess að til var íslenska til dæmis, enska, hebreska og allt þetta, öll þessi mál. Og sumpart eru við á þessu stað í dag að við skiljum ekki hvort annað. Það er ekki rétt hjá mér. Ekkert vera fólk, það er ekkert vera að tala neitt það. En þetta er staðan. Að menn skilji ekki hvort annan og alls konar misskilningur er að koma upp vegna þess að menn skilji ekki hvort annan. Að því að talið er með þeim hætti að útskýra alls konar. En sé það ekki til taks, hvað ætlar það þá að útskýra? Þú getur það ekki. Þú ert skák og þú ert mát. Þetta gerðist allt saman þarna í árdaga þegar mennirnir ætlaðu að fara að byggja törn upp til Guðs. Og þessi kaffi í honum, kíkja þessi kaffi í honum. Ekki málið. Byggjum bara eitthvað risatörn. Og er ekki það sem að höfuðstöðvar, hvað heitir þetta aftur þarna? Eru þeir ekki með einhverja svona eftirlíkingu þar af þessum turn, eða af þessum, já, sem að reis aldrei? Jú, ég held það. Ég held þetta sé til allavega. Ég veit ekki hversu nákvæm eftirlíking það er, en hún er allavega þar. Það sem að höfuðstöðvar þar eru sem ég man ekki hvað heita. Þú veist alveg örugglega það. Þetta er roki mannsins. Þetta kom allt saman eftir syndafallið þegar að maðurinn misti fótana og leið vitið í raun og veru. Þá varð allt þetta til. Maðurinn blési lítið mál að kíkja í kaffi til Guðs, við reisum bara törn. Hann er ennþá á þessum stað. Við bara byggjum, við breytum og við gerum þetta, við gerum eitt og málið er dautt.
og þeir gera þetta og gera hitt, svo bara lifnar máli við. Það dó aldrei vegna þess að það kom nú eitthvað í ljós með þetta sem gert var. Þetta var ekki alveg eins fullkomið við ætluðum. Og svona eru verk manna. Þau eru ekki alveg eins fullkomin og við ætluðum. Og mistök stór og smá búum við. Að völdum mistaka stóra og smára verður til orð sem engum vel við, sumir skelfast meir en annað, hamfara hlýnun. Allt það dæmi má rekja til handvammar manna sem að yfirga Guð, sem að blæs á Guð, sem að gefur lítið fyrir orð Guðs og það fer alltaf versnandi. Svo er menn hissa á því þetta sé eins og þetta er. Ég er ekki hissa á því. Hvað get ég gert? Ég get ekkert gert neitt nema bara benda á það sem Guð er að segja. Það get ég gert. Og þú líka. Sjálfur er ég máttlaus sem aðrir menn. En ég get bent á orð Guðs. Ég veit að þau tala oft fyrir daufum eyrum, en þó vinnaðu sitt verk, því að þau fara út og taka sér bólfestu. Í hvar? Í hjarta manneskju, og þú veist aldrei hvenær það fyrir að spíra og gefa af sér ávöxt. Akkur frelsaðist ég af orði sem að kom í hjarta og það gaf ávöxt. Ég man vel eftir því þegar að ég fekk þetta orði í hjarta mitt vegna lesturs kunningja míns í orði Guðs tunguna. Og það opinberaðist fyrir mér það til að mynda ég þekkti þetta nú betur flestu öðru í þessu lífi. Og hér er ég, 35-6 árum síðar, að tala þennan Guð. Hann snart mig og ég sá að það sem að orð Guðs er að segja og við náttúrulega staðfesta 100 sinnum, 1000 sinnum, það er til Guð. Henn eru menn að slást við þetta að það er engin Guð til. Og menn vaða bara áfram og gera bara nákvæmlega það þeir vilja. Og þeir eyða lífi þegar þeir vilja. Og réttlæta allt saman þegar þeir vilja. Af hverju? Það kom inn synd. Hún er orsökin fyrir þessu öllu sem við erum að glíma við í dag. Öllu. Þannig að þú skalt ekki vera undrandi á því að þessi ágæti maður er að tala áfram orð Guðs og benda á orð Guðs sem ykkur á lausn. Orðin sem hér eru hafa fyllt mannkyni frá öndverðu. Af hverju? Samkvæmt því sem orðið segir, þá sleppti hann aldrei taki á okkur. Hann skóp manninn, hann á manninn og hann vill fá hann til sín. Núna í gegnum Jesú Krist. Og þeir sem þekkjast þetta boð, báðu ekki það, en fengu það, skilja kannski ekki af hverju þeir fengu það, en þeir eru þakkláti fyrir það þessa gjöf sem þeir eiga.
en höfðu ekkert fyrir að fá. Vinnan eftirleiðis fer svolítið mikið eftir því hvernig ég tækla hlutina í Jesú nafni. Og ég með aðstöðu til þess að hvetja þig með mér til þess að fræðast með mér og hér er bókin sem svo margir hafa lagt til hliðar, tróðið á, trampað á og talað nákvæmlega eins og listir hverju sinni, en svo kemur að þeirri stundu að þú ferð að bera virðingu mesta fyrir orðið Guðs. Af hverju? Það var orðið umsnúningur í hjartanu. Og hver olli þessum umsnúningi? Jesús sjálfur. Fyrir þína trú. Hann notar trúna þína til þess að umskapa ýmsu hjá þér. Og þú deilir ekki lengur við orð Guðs. Þvert á móti, þá elskaru orð Guðs. Ég fullyri það að því ég veit hversu máttugt þetta orð er. Þetta eru áhrifin af orðið Guðs að þú ferð að elska það. Og ekki bara elska það. Þú ferð að hafa löngun til þess að láta aðra heyra. En þú lærir fljótt að það að tala Jesú er ekkert áleifsverk. Ég man alltaf eftir því að auðvitað kom strax upp í huga minn að gera eitthvað með þetta orð og ég fór meira að segja og var nú svo djarfur og heimskur að ég bankaði ykkur á dyr. Ég man ekkert hvað það var. Og ég segja frá Jesú. Það er mikið að kallinn, maður bara gaft á mig. Maður. Hvað ert að meina maður? Svo bang, skellt hann á nefið á mér. Og ég fyrir ekki honum það. Þá sá ég, jæja, Konráð minn, nú sérðu það, þetta er nú ekkert álagsverk að vera trúið manneskju og láta það að vita af sinni trú. Svo voru ég að lesa orðið, ég var nú ekki fróðastur manna allra í orðið Guðs. Þá las ég það eitthvað staðar, ég man ekki hvað það er, að maður eigi að vera kætt sem höggormur og falslu sem dúa. Og hvað merkir þetta nú? Þú talar það sem þú hefur lært upp úr orði Guðs af þinni trú. Þú talar það. Það heitir á góður íslensku vitnisburðurinn minn. Og vitnisburðurinn minn, hann tekur til allan þátta. Hann ekki bara lækninguna mína. Hann ekki síður og síst hvernig orðið hefur haft áhrif á mig. Og þetta fer ég út með þegar ég vil tala þessi mál við aðra menn. Og þá ekki víst að þeir skellunni við þeir, þó að það geti alltaf allt til í þessu. En þú þarft að vera kætt. Ég kætt? Já, ég er það nú reyndar og ég get nú alveg viðurkennt að ég ekki mikið að tala þessi mál. Nema það sem að ég sé að það eitthvað fóður fyrir það. Þá ég alveg til í að tala orð Guðs, því að ef að ég að þusa orð Guðs og enginn heyrir, þá ég raun og vera að þreyta alla í kringum mig. Og hvaða gagn af slíkri fræðslu? Enginn. Orðið segir sjálf, verið kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Já. Þetta allt í orðið Guðs.
Þannig að þú ferði ekki eins og hann konni ekki gamli þá og bara skellt á nefið á þér. Ég lærði mína leksíu og ég get sagt þér það að ég var nú ekki mjög gamall í trúni þá, kannski nokkra daga. En sjáu þið bara hvað þau fæðst fram. Það var þessi vilji til þess að gera eitthvað með þetta. Og ég er búin að vera að gera eitthvað með þetta síðan. Það fór strax í gangi á mér einhver hugsun að ég verði að láta vita af þessu. Og byrjaði náttúrulega alveg á kolvillisum enda. En læriði strax, þegar ég viðurkenndi það fyrir sjálf mér að þetta verður nú ekki alveg eins einfalt og ég heldi. Sko, fyrir mér var þetta einfalt. Þegar ég bara, já, það er til Guð maður. Og ég held ég væri bara með stóru fréttina. Auðvitað var ég með stóru fréttina, en það tekur tíma fyrir stóru fréttina að vinna sér sess. Og hún hefur alltaf vunnið sér meir og meiri sess hjá mér og vonandi mörgum öðrum sem að til að mynda hafa heyrt mig tala. Þó maður veitir þetta aldrei það hvar árangur er þar. En ég geri þetta vegna þess að Guð er að biðja mig það. Og það hveti ég þið líka til þess að gera. Og þetta verður áfram grunnurinn að öllu hinu sem við erum að gera. Það er orð Guðs. Við höfum lesið í bæði Gamla og Nýja testamentinu. Ég vil eitthvað byrja í Gamla. Og svona veljum ekki neitt, við bara opnum og svo lesum við. Því að þetta er þannig sé ekki bein biblíukennsla, þessi þættir voru aldrei hugsaði sem slíkir. Heldur hvatning fyrir þig að lesa orðið. Ekki láta mata þig innvirðingu á orði Guðs. Vertu gerandi orðsins. Og leyfðu því að mata þig eins og það vill. Og þú skilur ekki sund. Og ég skil ekki sund. Og ég drottinn sagði það við mig og ég svona fengi oft staðfestingar á því. Hann sagði, Konráður Rúnar, ég ætla að kenna þér sjálfur. Ég ætla ekki að láta aðra að kenna þér orð Guð. Ég bara, þetta er aldrei skaman maður. Og þetta hefur verið þannig. Og svo brestur haffyrðingnum stundum skilning. Og ég reyndar geri mjög lítið af því að leita ráða hjá öðrum skilning vegna þess að þannig hefur hann aldrei komið til mín. Með allir virðingu fyrir þessu ágæta fólki. Og ég var að segja ykkur ástæðana. Konráð, ég ætla sjálfur að kenna þér. Ég læti ekki aðra kenna þér. Svo allt í einu er komið skilningu. Löngu seinna kannski frá því að ég fyrst heyrði téðan reikningastað. En þannig hefur þetta verið. Og menn byrja að útskýra og ég skil minna. Svo útskýraði meira og ég skil ennþá minna. Svo fer ég algjörlega tómur frá því borði með allir virðingu fyrir þessu ágæta fólki. Ég er ekkert að tala neitt það. En svo kannski árum segja árið seinna eða Guð má vita hvernig. Já, það er svona. Og bara dettur það inn. Svona hefur þetta verið með mig og Guð saman. Og ég var að rekja til upphafsins þegar sagði við mig Konráð og það er mörg ár síðan þetta var. Að ég ætla að kenna þér orðið sjálfur, ég ætla ekki að láta neinn annan kenna þér orðið. Þetta er náttúrulega hrókin mesti. Ef ég var að ljúga þessu, já þá er þetta hrókin mesti en ég eftir sannleikur sem ég er að segja þér. Þú talar við mig á þess að láta þig fyrst vita. Það ég að tala um hann konar, þú var að vita hvað hann sagði. Ég sagði við hann, nei. Allt í einu bara eru komin orð sem ég auðvitað fagna yfir. Maður er þannig að maður fagnar alltaf og maður gleðst í hjarta sínu þegar maður heyrir rödd Guðs innra með sér af því maður þekkir þessa rödd. Er hægt að þekkja rödd Guðs. Vistu það, minn kæri, ég veit ekkert hvað menn er að pæla en ég veit
að þannig það hjá mér. Ég þekki þessa rödd. Hún ljóð, hún blíð, hún þægileg, hún mjúk. Hún segir það sem þarf að segja við þennan einstakling. Og orðin komu svona blíðlega og mjúklega og þægilega. Konráð, ég ætla að kenna þér orðið mitt sjálfur, ég ætla ekki að láta aðra að kenna þér orðið. Og þannig hefur það verið í stórum dráttum eins og ég var að segja. Ég hef leitað skilnings hjá öðrum og farið algjörlega tómur þaðan út. En svo hefur skilningunni bara dottið inn. Kannski löngu seinna. Þannig að ég eiginlega hættur öllu þessu og ég veit ef Guð vill að ég fái skilningi þá kemur hann bara þegar hann vill. Og það alltaf að detta inn á milli svona einhver skilningur og einhverju sem var að velta fyrir sig fyrir ógeðslega löngu. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. En stundum þurfum við að sýna þolinmæði og veistu það að þolinmæðin hún kemur af göngunni. Veist, þú gengur og ert í deginum, þú gengur veginn og þú ert bara á veginum og sagt já, maður svona sem þetta já. Svona vinnur Guð. Veistu af hverju? Hann hefur engu gleymt sem hann hefur sagt við þig. Og annað, hann leifur þess að melda stíðir og verka stíðir sem bang, svo kemur það bara full skapað. Þannig vinnur Guð. Þannig vinnur hann með mig og þetta skýrir orðin sem ég var að tala áðan að hann ætlaði að kenna mér sjálfur. Allri virðingu fyrir öllum þessum flottu kennurum sem hafa verið á manns vegi bara í gegnum alla gönguna. Það Hósea 3:5 fyrirgefið. Heyrið þetta þér prestar, takið eftir Ísraels menn, hlustaðu konungsætt, því að þér ábyrgist réttin, en þeir eruðu snara fyrir Mispa, útbreitt net á Tabúr, djúp gröfin í Satim, en ég mun refsa yður öllum. Ég þekki Efraim og Ísrael mér ekki hulinn. En nú hefur þú hórast Efraim. Ísrael hefur sörgað sig, segir hann hér. Þannig að allir að glímu sem að rekja má beinustu leið til holdsins. Þessu skaðræði sem holdið okkar við stakkur að það skaðræði, þar býr syndin. Þess vegna segir Guð við þig, Konráð, vertu Guðsmaður. Og Guðsmaður fæst ekkert við holdið í sér. En hann svo aðrir tókast á við það. Hann tókast á við það að því hann vill ekki að það komist upp. Þess að hann tókast hann á við það. Hann vill bara lægja það. Men það frekt og þú byrjar að tókast á við það. Því að þú ert líka að berjast við gind í þér sjálfum. Þannig allt þetta til staðar. Og allt þetta á sínum staði sjálf og sér sem erfitt að glíma við og eiga við. En hér bókin sem hjálpar þér við það. Því að áfram myndu glíma, áfram myndu vera þú, veiklunduð holdsins vera, sem að tókast á við andan í þér. Allan daginn. Þetta alltaf spurningum hvað verður ofan á. Oftar vænti ég vilji Guðs en hvað veit ég.
En það kom inn að lokum hjá okkur. Þetta hefur bara sinn tíma, strákar, þetta hefur sinn tíma, stelpur. Og ég kveð, verð hér eftir viku, ef Guð lofar, verið þið sæl.